Það féll dómur í Landsrétti fimmtudaginn 12. mars, ekki fyrir svo löngu. Þar sem Elja, þjónustumiðstöð atvinnulífsins HF, hafði ekki erindi sem erfiði í því að stefna samstöðinni. Einum af blaðamönnum okkar hér sem reyndar starfar ekki lengur hjá okkur, hann heitir Hjálmar Friðriksson og Gísli Tryggvason lögmaður varði hann. Þetta varðar meint meiðyrði, ærumeiðingar gegn tjáningafrelsi og Gísli hefur verið hér fastur gestur hjá mér eiginlega í allan vetur með svona 2 vikna millibili. Við höfum kallað spjallið okkar réttur settur og höfum þá verið að tengja lagalega álitefni við fréttir líðandi stundar og í dag þá Gísli kominn enn á ferðina. Við ætlum að mestuleyti bara að fara yfir þennan dóm og hvað þýðingu hann hefur fyrir blaðamennsku og samfélag. Vertu velkomin Gísli. Takk. Ég óskaði til að hamingju með sigurinn. Já, þakka fyrir. Og þetta voru mér að segja 2 dómar Já. sem að fóru á sama veg. Þar að segja Hjálmar var sýknaður í báðum málunum. Annað var þessi lögaðili Elja Já. og hitt var eigendur Elju gegn honum. Já. Þetta mér fannst alltaf þegar ég fylgdist með þessu máli sem að nú kannski bara rétt fyrir hlustendur og áhorfendur að ég ræði núna tiltekin ummæli sem bitist var Ég að skrolla hérna í dóminum til þess að finna þetta. Hvar þetta nú aftur? Þetta svo efnismikill dómur. Ég virðist nú hafa... Já, þetta til dæmis efst, þá eru tilgreind þessi 3 ummæli. Já. Þetta efst? Já, efst í dóminum eru tilgreindar dómkröfur sem það sem að krafist. Já, alveg rétt. Áfríðandi, eftir að Hjálmar þessi skrifar frétt á vefmiðlinn samstöðin.is því það hafa verið kaflar í starfssögu samstöðarinnar þar sem hefur verið á köflum töluverð fréttaframleiðsla á vefnum og þetta voru einu slíku tímabilið hana 24. Ummælin sem voru í fréttinni eftir bruna, þar sem maður lætur lífið, eitt sannleikurinn þó að Elja stundar nútíma þrælahald sem hefur nú dregið mann til dauða á Íslandi. Í öðru lagi, nú hafa þessir vafasömu starfshættir dregið mann til dauða. Þriðja lagi, það ætti ekki koma neinum á óvart að það má hafa góðar tekjur af þrælahaldi. Svo raunin með Elju. Það sem vísað til það að fólk var í gistingu í atvinnu eða iðnaðarhúsnæði sem strangt tekið þá ólöglegt, það ekki sem? Jú, ég held að meinu segja að það sé ólöglegt. Það allavega ekki í samþykktu íbúðarhúsnæði. Nei, og hvers vegna tók Hjálmar svona sterkt til orða? Já, hann auðvitað róttækur blaðamaður og á róttækri stöð, þannig að það var einmitt svolítið tekist á það í héraðsdómi þegar hann gaf skýrslu sem aðili málsins að hann benti á það að samstöðin væri róttækur miðill og það nú gaman að segja frá því að þetta opið þinghald sem átt sér stað að lögmaður stefnenda og áfríðanda Vilhjálmur H. Vilhjálmsson sem var nú einu sinni róttækur maður, hann spurði það hvað þýddi það að vera róttækur miðill og gaf honum eiginlega svarið og sagði þýðir það að tala vel kommunista og illa kapitalista og Hjálmar svona játti því. Það svona einföld það hans hugmyndafræði í blaðamennsku. Já, en auðvitað á þetta að vera málefnalegt og mér finnst nú kannski líklegt að mörgum, allavega sem eru svona með vinstri slagsíðu, mörgum finnist það kannski bara réttnefni að tala þetta sem nútíma þrælahald. Allavega sá ég það á samfélagsmiðlum þegar dómarnir voru fallnir að mörgum fannst þetta bara réttnefni. Já. En auk þessu voru dómararnir, bæði héraðsdómarinn
sem er nú eiginlega líka fyrirhandi róttækur lögmaður, sko, Sigríður Rut Júlíusdóttir. Þannig að við vorum heppin með það að hún sýknaði þess að Hjálmar af þessum ummælum. En síðan var Landsréttur líka sammála því, þar voru 3 dómarar og ekki fyrst og fremst fyrirhandi lögmenn, það er stundum gott að vera með fyrirhandi lögmenn sem dómara því að þeir skilja kannski svona aðstæðu betur. En það sem flækti þetta aðeins var að þessi maður sem að lést, hann hafði ekki verið starfsmaður þessa fyrirtækis eða eigenda þess, heldur að hann bara verið leigutaki í húsnæði sem þeir áttu hluti í. Já. Þannig að þetta var kannski ekki alveg réttnefni að því leyti að kalla þetta þrælahald, en þetta voru auðvitað ömurlegar aðstæður. Já. Og kannski var tekist á það hvort aðstæðunar höfðu tengsl við þessa sorglegu útkomu. Það flækti líka málið að slökkvilistjóri kom í viðtal seinna sama daginn eftir brunan, eftir að Hjálmar hafði skrifast 2 fréttir þetta sem tekist að vera á og slökkvilistjóri eyddi allir í sínu orku, þáverandi slökkvilistjóri Jón Viðar Matthíasson í að eiginlega réttlæta þetta og segja hvað þeir hefðu verið í góðu sambandi við eigendur og þeir væru mjög meðvitaðir þetta og brunavarnir hefðu verið mestuleyti í lagi. Þannig að hann var bara eins og fannst mér almannatengið til að vinna fyrir Elju. Mér fannst það forkastalegt og ég gerði svolítið mat úr því að mér finnst nú kannski að stjórnvöld ættu frekar að vera í eftirlitsliðinu og liðið með smælingunum sem að færi svona illa þó að sé ekki beint orsakat. Verði að litla mannin. Já, en auðvitað það var enginn sem fullyrti að það veru beina orsakatengsl hvað þá ásetningur í þessu. Þannig að við töldum að forskeitið nútíma myndi nú kannski hjálpa, það væri ekki beinlínis verið að tala þrælahald, hvað það mansal eins og lögmaðurinn hélt fram, það var verið að tala það sem kallaði nútíma þrælahald, slæmar starfsaðstæður eða slæmar búsetuaðstæður í þessu tilviki. Einmitt. Af því að ég nú svolítið verseraður í þessum fræðum, bæði sem blaðamaður sem náttúrulega hefur verið margkerður, aldrei dæmdur, bara svo það sé nú sagt, en maður oft þurft að verjast. Og yfirleitt þetta einhverjir valdamikli kallar með hellingapeningum sem að hjóla í blaðamennskuna og vilja knýja okkur til þess að filter okkur, sykurhúða blaðamennskuna, einmitt segja ekki, vera ekki nót og stór orð. Að því sögðu vil ég benda á það bara svona hlustundum áhörundum, en ég hefði sjálfur aldrei skrifað svona fréttateksta. En mér þykir mjög gott að dómsniðurstaðan hafi orðið svo sem hún var. Mér finnst svona vegna námsmíns við í blaðamennsku, meistaragráðu þar sem að ég skoðaði mjög mikið svona mál. Ég var svona veltaði fyrir mig hvort kjarni málsins væri ekki í kafla í dómunum, þar sem segir að ég má lesa beint upp úr. Sönn ummæli leiða almennt ekki til ábyrgðar. Jafnvel þótt þau teljist æru meiðandi. Þannig takmarkast heimildir til að halda fram lögbroti ekki við tilvik þar sem stjórnvöld eða dómstólar hafa þegar komist að niðurstöðu slíkt brot. Á hinn bóginn ljóst, svo dæmi sé tekið að 3. málsgrein 73. greinar stjórnarskrárinnar því ekki til fyrirstöðu að ómerkt séu ósönn ummæli sem sett eru fram af engu tilefni og í vondri trú. Svo segir, við mat á því hvort ummæli skuli sæta takmörkunum skiptir þannig máli hvort fremur ber að líta á þau sem gildisdóm en staðhæfingu staðreynd. Fremur að líta á þau sem gildisdóm en staðhæfingu staðreynd. Gildisdómar njóta aukinnar verndar og verður mönnum ekki gert að sanna þá eða þeim refsað fyrir tjáninguna takist ekki slík sönnun og svo vísa til Hæstaréttardóms frá 2009. Þetta liggur þarna, það ekki? Jú, ég held að þetta sé rétt hjá þér að þetta einn aðalkjarni málsins að dómstólar, bæði héraðsdómstólar og Landsréttur og Hæstiréttur hérlendis og ekki síst Mannréttindadómstóll Evrópu sem að horft hefur verið til í áratugi við framkvæmda og svona álitefnum þegar tekist á tjáningafrelsi annars vegar og æru hins vegar sem eru nokkuð jafngild verndarandlög að þá hafa dómstólarnir teygt hugtaki gildisdóm
sem að klassíst væri nú kannski bara einhver sé ljótur eða leiðilegur, það gildisdómur, yfir í að vera næstu því einhver staðreind, sko, eða staðreindir. Þannig að menn hafa komist upp með að kalla blaðamenn og aðrir sem að eiga í þessum málum, að kalla menn jafnvel rasista og ljótari orðum jafnvel, sko, kynferðisafbrot koma oft við sögu. Nauðgara. Já, það féll nú reyndar dómur það sem að maður var kallaður rapist eða nauðgari, en sá dómur þótti ganga á langt, þar að segja Hæstiréttur hafði gengið og langt í að venda tjáningarfrelsi þar og því var snúið eiginlega við, sko, eða gagnrýnt af Mannréttindadómstólnum. En svipuð ummæli, það til dæmis að stór fjárfestir var kallaður eitthvað í takt við landráðamann, af því að hann hafði ráðist á krónuna og það sem sameiginlegt þessum málum þá, að það var þá einhver tilefni. Ég má kannski ekki taka það upp hjá sjálfum mér, hvorki sem lögmaður né ef ég væri blaðamaður, að kalla bara einhvern mann morðingja eða nauðgara eða rasista. En ef það í tengslu við einhver þjóðfélagsumræði eins og þarna, þetta hörmulega mannslát, að þá mjög teygður ramminn til þess að leyfa svona ummæli. Af því að þetta auðvitað krítísk umfjöllun og í því fólkina þetta að veita bæði stjórnvöldum og kapitalistunum þá aðhald. Þannig að það sé ekki óheftur kapitalismi, heldur einhver bönd. Og síðan það að jafnvel þó menn fari aðeins yfir mörkin eða standi á mörkunum, að þá eru líka rúmar heimildir að því að menn vilja ekki, sko, kæla umræðin svo kallað er. Chilling effect það kallað, að ef að það alltaf verið að lögsækja menn út af einhverju sem að kannski hefði mátt orða smekklegar, að þá fara blaðamenn og ritstjórnir almennt að passa sig ómikið og self-censurera. Og við þekkjum það kannski öll að við kannski, ef við erum að tala á vettvangi eða einhvern viðkvæman einstakling, þá kannski pössum við orðalagið og ef maður alltaf með eitthvað svona í bakhauðina, nú verð ég að gæta orða minna, þá kannski vantar upp á slagkraftin í miðlunum. Merkingin jafnvel bara hverfur. Já. Eða lætur á sjá. Sko, gildisdómur, mér getur dottið í hug að skrifa í kvöld Gísli Tryggvason fábjáni. Og segjum að bara ég skrifaði á Facebook og ég hugsa að þú myndir tapa því máli að þú myndir lögsækja mig. Já, bæði að því að, sko, bæði að því að þú ert blaðamaður og þetta kannski í tengslu í starfið og að því að ég hef allavega á stundum verið svona nokkuð opinber persóna, ég ofta tjá mig einhver mál eða hef í gegnum tíðina og þá oft svona eins og að maður þurfi að yfirstíga erfiðari takmörkun heldur en ef þú myndir segja þetta bara einhvern algjörlega óþekktan mann og svo værirðu kannski með einhver rök fyrir því, eitthvað sem ég hefði sagt, þá væri það ómögulegt fyrir mig að fara í mál út af svoleiðis. Og dómarinn í þessu máli sem myndir sennilega, ef þú myndir lögsækja mig, minnst líklegt að þú myndir ekki vinna málið, minnst líklegt að ég hefði sýknaður, hann myndi sennilega vísa til þess að ég hefði ekki beint verið að segja að þú væri greindarskertur, þótt ég kallaði þið fábjána. Er þarna ekki komið svolítið gildisdómurinn versus staðreindir sem eru óhakanlegar? Já, og það eru líka til dómar það sem að, sko, virðist vera að kalla menn, sko, glæpamenn og fasista, sko, ég mætti sennilega segja einhver ráðherra að væri fasisti ef ég væri ósammála stefnunni og það væri einhver tilefni en það hefur lengi verið alveg í áratugi 50 ár minnskosti síðan að dómar féllu í málum sem kendir voru við varið land þá mátti nota mjög sterk orð það mál, ef maður rétt en síðan eru það dómkröfunar, sko, menn krefjast þess annars vegar að ummæli séu dæmd dauð og ómerk sem svona áfellisdómur en hefur annars engar afleiðingar, það bara sagt þetta var ekki rétt að orða þetta og svona og síðan það næst
menn krefast skaðabóta, stundum ganga menn svo langt að krefast refsinga því þetta eru svo kvöldu enga refsimál. Já, í þessu tilviki var að ræða kröfu 6 milljóna króna skaðabætur. 6 í öðru og 9 í hinn. Já, þannig þetta var 6 alls plus 9. 15 milljóna krafa, þannig þetta var stórt mál, þannig að það var að dýleiti réttlætanlegt úr því að málið sættist ekki á forstigum, eins og svo sem má segja hafi verið reynt. Og heldur ekki setna þegar dómari í héraði bindiði til lögmann að reyna að sætta það, þá reynduði það en það mistókst fljótt. Þannig að þetta var stórt mál sem þurfti að verjast 15 milljóna króna krafa og svo náttúrulega orðstýr bæði Hjálmars og samstöðurinn að vinna það þá, það mátti orða þetta svona og það var ekki einu sinni ómerkt. Ef þetta hefði síðan farið á þann veg að það hefði verið ómerkt, þá hefði næstislagur verið skaðabætunar og það var svolítið sorglegt að því við unnum þetta bara 100%, þá reyndi ekki á mjög spennandi sjónarmið sem ég taldi mig hafa sterk rök fyrir, þar að segja að ég taldi ekki að fyrirtæki eins og Elja gæti krafist miskabóta og þar voru við að því liti eiginlega heppin, báðir aðilar má segja, því að einn dómarinn í Landsrétti er sérfræðingur í mannréttindum lögaðila. Hann skrifaði þykka bók sem heitir Mannréttindi lögaðila og í þessu tilviki komst það nú eiginlega þeirri niðurstöðu að það væri hæpið að í svona málum gæti fyrirtæki átt rétt á miskabótum en þessi dómur tók ekki á því að það var alveg sýknað af ómerkingakröfun og þá datt bæði skaðabótakrafa og miskabótakrafa upp fyrir sig. Ég gat vitnað í þennan dómara í málflutningi og taldi að við myndum vinna það líka en það reyndi sérst ekki á það. Nei, en einmitt 15 milljónir pluss málskostnaður, þú nefnir orðspor, þetta mál hefði getað farið langt með að ríða bara litlum fjölmiðli eins og samstöðin að fullu ef dómur hefði gengið með öðrum hætti og stundum hefur mér fundist á langri blaðasögu að ef ég er að vinna á litlum fjölmiðli þá er eins og þessi meiri kraftur þar sem eru litlar bjargir til þess að verjast kærum að þá hefur mér oft fundist sem að svona þessi stærstu og sterku og öflugustu sem er fjalla kannski með gaggrínum hætti á forsíðu einhverja blaða sem ég verið að ritstýra eitthvað svoleiðis að það sé svona meiri vilji til þess að hafa undir að kremja peðin undir hælunum heldur að það hefði skipt einhverju máli í þessu heldur hann hefði ef stóru fjölmiðlarnir hefðu borið þennan fréttateksta á borð heldur að kannski hefði stóri miðlar verið viljuri en við vorum þátt á förum stegum til þess að sætta málið en ég þekki það nú ekki, það er svo langt síðan ég var blaðamaður en mér finnst nú algengt að DVF og heimildinni og RÚV sé stemt þannig að ég held nú að þeir sem að eiga hagsmuna gæta á þessum markaði, kapitalíska markaði þeir séu nú ekki það að færi mikið manngreinar álit með það en vissulega eru litlir miðlar næmir viðkvæmir næmir, og það, ég held að það sé alveg rétt að ef að þeir hefðu unnið þetta mál bæði með ómerkingu og jáfnvel með skaðabótum sem ég tel nú langsótt að hefði gerst að þá hefði það geta farið illa með stöðina verðins að það má innheimta svona bætur hjá stöðinni sem á í hlut en ég taldi nú stefnendur hafa gert mistök að þeir stemdu bara blaðamanninum, ekki stöðinni þannig að ég krafðist líka sýknu af svo kallari birtingarkröfu ef að þeir eru unni málið að einhverju leyti þá voru þeir með kröfu að birta leiðréttingu á ummælunum eða afsökun, birta dómin eiginlega á áberandi stað, man ekki hvernig það er orðað en að því að samstöðinni var ekki stemt þó ég væri óbeint lögmaður hennar þá taldi ég rétt að sýkna samstöðuna af slíkri kröfu en það var ekki fjárhagslegt dæmi, það var meira svona orðsporsdæmi. Já, ég skil en þegar þú lagðir upp í þetta ferðalag hvað Gunnar Smári hefur bara hringt í þig og beðið þig að verja samstöðuna eða eitthvað? Já, ég hafði verið eitthvað að stóða hann og stöðuna og þá bara var haft samband og við reyndum að það var birt leiðrétting mjög fljótt eftir að erindi barst frá lögmannum ekki kannski leiðrétting á fréttinni heldur svona
árétting á því að það væri ekki verið að fullyrða neitt orsakatengsl. Já. En það var ekki nóg fyrir þessa aðila og lögmannin, þannig að það sættist ekki þá. Nei. Og það sættist ekki síðar, þótt reynt væri. En mér langar að spyrja þig bara í fyllstu hreinskilni því að mér veist hún skipta miklu máli. Svona þegar þú skoðar þessi ummæli, varstu bjartsýnn á að vinna þetta mál? Ég var nokkuð bjartsýnn á að vinna allavega þann þátt að ég taldi skaðabótakröfu ekki myndi ná fram að ganga. Ég var óvissar hitt en ég var alltaf vongóður. En maður eiginlega aldrei öruggur að vinna mál og maður líka sjaldan öruggur að tapa máli, þannig að þá reynir maður náttúrulega að sætta, en ef það óvissa, það alltaf óvissa fyrir dómstólum, það geta bæði verið formgallar á málatilbúnaði og annað. Og ég var náttúrulega í vörn þarna, þannig að var auðvelt að hengja mig í alla formgalla og galla á málatilbúnaði gagnaðilans. Lögmaður stefnenda og áfrýjanda reyndi að hanga blaðmanninn á ummælum fyrir dómi og taldi þau sína að hann hefði verið að fullyrða eiginlega verri hluti eða meira. En ég andmælti því auðvitað og sagði að hann væri nú ekki kannski með hárnákvæman lagaskilning að því leyti og áréttaði það og svo taldi ég það ekki eiga að gefa málun líf, einhvern veginn hvernig hann orðaði þetta eftir á. Nei, þarna held ég sért að vísa til hvort mansal og þrælahald sé sami hluturinn. Hann sagði einhvern tímann, já, mansal og þrælahald enn og eiginlega það sama eða mansal fínt orð fyrir þrælahald. Þá reyndi hann að hanga hann á því, en strax í kjölfari sagði hann líka, blaðamaðurinn, að ef hann hefði verið að saka það mansal þá hefði hann notað það orð, af því hann þekkti það orð. Já. Þannig að okkur tókst að sannfæra dómarann að það ætti ekki að hafa áhrif á niðurstöðuna. Var ekkert rætt fyrir dómi þessa staðhæfingu í fréttateksta? Sannleikurinn þó að Elja stundar nútíma þrælahald sem hefur nú dreigið mannldauða á Íslandi. Þetta ekki haft eftir einhverjum, þetta bara... Já, þetta var kannski það krítískasta. Mjög óvenjulegur fréttateksti. Já. Þetta var auðvitað, og ég reyndi nú að halda því fram að þetta væri nú svona skoðanapistill eða skoðanatengdur pistill. Gerðirðu það? Já, og það var nú með annars blaðamaður út í bæ sem benti mér á að það væri kannski rýmra tjáningafrelsi þar. Féllst dómurinn á það? Nei, hann tók ekki á því, en kannski hafði það einhver áhrif, að þetta bæði róttæk stöð og þetta var merkt sem samfélag, held ég. Já. Þannig að auðvitað reynir maður bara allt ef maður vill vinna, þá teflir maður fram öllum rökum sem eru málefleg en þau eru missterk. Já. Og þarna veit maður ekki alltaf hvaða sem að veldur, en ég held nú að þetta hafi þótt hafa eitthvað tilmið. Það dó maður í leiguhúsnaði á vegum þessara manna, þó að veri svona dálítið flókið hver átti hvað nákvæmlega og þó að brunavarnir hafi ekki haft bein orsakatengsl, þá var til dæmis opið sakamál tíma, svo var því lokað og það var aldrei beinlínis upplýst hver aðstæður. Við fórum ekki á vettvang og skoðum aðstæður og mátum það, en slökkvilistjórinn sýknaði svolítið fyrirtækið án dóms og laga, eins og ég myndi orða það. Mér fannst hann ganga allt of hart fram í að segja góða hluti fyrirtækið þegar hann hefði átt að vera meira hlutlaus eða ég vil gagnrýnin eins og blaðamaðurinn. Já, mér finnst mjög sláandi að heyra þig lýsa framburði slökkvilistjórans. Já. Bara hvað gengur honum til? Já, ég laði mikið upp úr því og mér fannst það forkastarlegt. Mér finnst það líka. Og ég algjörlega sammálaður með það, ef eitthvað þá ætti hann að verja þá sem að hafa minni bjargir til þess að bera höndi yfir höfuð sér. En ég er persónulega á þessu máli og ég held að það getur verið tölver samfélagslega áhrif af svona dómi. Ég náttúrulega, við erum báðir blaðamenn, vorum í eina tíð, þú var semst einu sinni blaðamaður og ég það ennþá búin að verða allt og lengi og fréttateksta lærði maður snemma að skrifa knappan og einmitt án gildis og því þurrari og einfaldari og
strípaðri á nokkurs gildis, því betri. Þetta var svona formúlan sem maður læriði og maður vann lengi vel mjög svona bara ákveðið eftir þessu og ég held að ef ég væri að vinna á RÚV eða svoleiðis vinnustað þá myndi ég aftur taka upp þessa hætti bara með mjög svona knappan og þurran fréttateksta. Sko, nú hafa þessir vafasömu starfshættir dregið mann til dauða. Þarna til dæmis vafasömu sem orð sem að þætti ótækt í venjulegum fréttateksta. Það ályktun dregið mann til dauða en látum það líka mikil hluta. Það ætti ekki að koma neinum á óvart að það má hafa góðar tekjur af þrælahaldi. Svo raunum með Elju. Það sko, ef þetta væri próf af því ég hef nú verið stundakennari í fjölmiðlafræði, bæði HA og HÍ og viðar og verið með nemendur og svona látið að klíma við fréttateksta. Þetta náttúrulega, sko þessi tekstar, þeir standast ekki mjög góða skoðun faglega, en dómarinn hefur bara sagt, hann hefur þetta rými. Já, dómarar hafa mjög lengi, eins og ég segi, fyrir áhrif frá þá erlendum dómurum, Mannréttindadómstól Evrópu, talið að þeir eigi ekki að second-guessa eða ritskoða eftir á ómikið nema að sé algjörlega farið út yfir öll mörg. Þarna slapp þetta að því leyti að það var ekki farið út fyrir öll mörg að mati dómarana. Já. Og eins og segir, langur rökstuðningu fyrir því og það má skoða þessa dóma á vef Landsréttar 12. mars. Já. Þetta leiðir hugan að 2 spurningum. Annars vegar held ég að dómur eins og þessi geti verið mjög til góða fyrir fjölmiðlun, fyrir tjáningafrelsið og hann sko að auður og völd þeirra stóru og sterkustu og svona hótana menning hún eigi erfiðar uppdráttar gegn hinu frjálsaritaða orði sérstaklega hjá blaðamönnum. Afleiðingar þessa dóms gæti orðið mjög jákvæðar fyrir samfélagið. Hitt atriðið að sko með því að blessa eða þetta blessun á fréttateksta sem að í eina tíð hefði verið talin gjörsamlega ógildur og óhæfur þá verið að gefa einhvern afslátt af vinnubröðum blaðamennskunar þar sem að þyrftu einhvern veginn að vera þannig finnst manni í góðri traustri blaðamennsku til framtíðar til þess að verði áfram traust á milli almennings og fjölmiðla að fréttateksti lúti mjög skýrum lögmálum. Ég myndi nú kannski ekki segja að dómstólar væri að blessa þeir sýkna eins og þarna af ómerkingakröfum sem þeir segja til mig hérna í lið 46 í einum öðrum dóminum þó svo að ummælin séu harkaleg og trublandi. Já. Sem þau þá eru að mati dómarana verður að meta þau heilstætt í samhengi við báðar umræddar fréttir samstöðun sem stemdi ritaði. Og í samhengi við heildarumræðan aðbúnað erlends verkafólks og þá húsbruna sem í vistarverum þeirra hafa orðið. Það var nefnilega fjallað það að þó þessir menn eða þetta fyrirtæki væri ekki sekir að hafa, eða hvað segja, þeir væri ekki á neinna hátt ábyrgir fyrir öðrum brunum að þá hefur þetta oft gerst að það eru fyrst og fremst erlendi verkamenn sem hafa látið lífið í ósamþyktu húsnæði held ég með að segja. Það er ekki mikið íslenskt fjölskyldufólk eða svoleiðis. Þannig að þetta er þessi jaðarhópur þannig að það er ekki verið að blessa þetta en það er verið að segja að þetta sleppur held ég með að segja. Einmitt. Sko, þú nefndir áðan að þarna blaðamaður og hann að skrifa frétt í fjölmiðil. Nýtur blaðamaður meiri réttinda og meira frelsis til að tjá sig núna heldur en almenningur út í bæ? Já, ég held það nú og það eru kannski fleiri sem falli innan hóp. Ég held að stjórnmálamenn njóti líka frelsis og þeir njóta líka minni verndar. Og allir sem hafa sig frammi, það var eitt af því sem var tekist á eru þetta þjóðþekktir menn eða hafa þeir eitthvað gert af sér til að vera svona skotspónn. Það er alltaf ólíklegra að einhver sem er algjörlega óþekktur og er ærumiddur að hann
þurfi að láta það yfir sig ganga og blaðamenn eru meðal þeirra og kannski stærsti hópurinn sem að hafa svolítið rúmt tjáningarfrelsi þegar það litið svo á þessu svona almennt og kannski líka bara sértækt í þessu tilviki að vinna fyrir almannahagsmuni, að setja á oddinn mál sem að varða almenning og þarf að ræða og jafnvel að setja einhverjar reglur Landsréttur segir nú hérna að í framhaldi þessu sem ég las áðan að í samhenginu hafi ummælin fremur yfirbragð gildisdóma, þeir eru með fyrirvara þeir segja yfirbragð gildisdóma fremur en beinar staðhæfingar. Þannig að það ekki verið að segja að þetta sé alveg klift og skorið Nei, þarna kemur inn á punkt, svona frétt, hún tekur okkur, lesendur þessar fréttar, almenning, inn á slóðir þar sem margir vilja ekkert heimsækja. Við erum náttúrulega búum í stéttaskiptu samfélagi, þar sem sumir kimar þjóðfélagsins eru fullir af fólki sem býr við kúun og undirokun og vondar aðstæður. Og virðist ekki alveg augljóst að hvað sem líður orðalaginu og fréttatekstanum, þá hafi það hjálpað þér, samstöðinu, Hjálmari, blaðamanni í þessu máli, að það er verið að fjalla réttlætismál þar sem að fólk situr kannski ekki við sama borð og ég og þú sem að höfum það betra Jú, það til ég og það vil svo til að ég býnu þetta mjög nálægt sjálfur en samt hafði ég ekki rétt fyrir málflutning komið á staðin, ég fór þarna til þess að átta mig betur aðstæðum og tók myndir og svona en ég laði nú ekki að fara þarna inn og fara að skoða aðstæður því það var ekki beinlíns tekist á það hvort hann hefði verið í þessu herbyggi eða hinu eða svoleiðis en það hefði verið að takast á það hvort að það að brunastiga held ég hafi vantað eitthvað, það hafði ekki áhrif í þessu tilviki. En mér finnst það skipta máli að þetta var allavega jaðarhópur. Já, það segir þarna hræðilegum aðstæðum hins látna hafi verið lýst í viðtali við sonans í Vísi. Þannig að það eru líka aðrir fjölmiðlar, aðrar upplýsingar sem að styrkja tónin. Já. En svo var eitt sem var ekki eiginlega upplýst, það var svona svolítið tekist á það að það var ekki ljóst hvort að maðurinn hefði verið til dæmis drukkin eða valdið brunanum með hefði ég verið að reykja upp í rúmi Því var haldið fram en ég andmælti því og sagði það liggur ekkit fyrir það hefði þá þurft að vera einhver skýrsla það Já. Ef það átti bara að kenna þessum manni sitt eigið andlát en við vorum nokkuð duglegir að árétta strax og erindi kom frá lögmönnum og við áréttuðum í fréttinni að það væri ekkit fullyrt orsakatengsl hvað þá meira það var ekki verið að saka þá beinlínu sem refsivert athæfi sem er kallað mansal heldur bara þetta með þessu nútíma forskiti fyrir framann nútíma þrælahald, slæmar aðstæður Já, ef við hefum sleppt þessu nútíma orði hefði það breytið einhverju? Já, ég hugsa að það hefði getað velt þúfunni. Hann sleppti reyndar í þriðju ummælunum, hann var með nútíma þrælahald og nútíma þrælahaldarar og svo þrælahald. En þá var litið svo á að það væri bara undirskilið og blaðamaðurinn bentir réttilega á að þá væri það kannski bara stílbragð eins og maður segir ekki alltaf Björn Þorláksson, maður segir Björn Þorláksson og svo Björn og hann. Svona til þess að létta stílinn. Þannig að það var allavega ein af okkar varnar ástæðum að það væri algengt í áratugi í íslensku máli að tala nútíma þrælahald. Ert þú sammála mér þegar ég svona velti því upp sem allavega spurningu og að þessi dómsniðurstaða hún auki rými frjálsra fjölmiðla til þess að spíssa texta sinn og svona gefi okkur blaðamönnum aðeins meira rými til að vera hugrekkir og fjalla þau mál með því orðalagi sem okkur finnst svona næst veruleikanum.
Já, ég sammála því að þetta hafi þau áhrif, en þetta eru þetta bara einn af mörgum dómum og í þessum dómi eins og í málflutningnum þá vitnuðu við þetta í fjölda dóma. Já, það vitnað til margra dóma. Ég sé að ég var að vísa vitna þarna áðan í sko hérastómin en þetta var svona nokkuð samhljóða Já, landsréttur og hérastómur sko. Já. En það er til mig sagt í landsréttardóminum í 7. lið sko, fallist á með hérastómi við heildstætt mat á ummælum stemda verði að líta svo leggja til grundvallar að þau hafa verið liður í almennri þjóðfélagsumræðu aðstæður. Já, einmitt. Það skiptir mjög miklu máli að þú sért ekki bara að nota stóru orð út í lofti til enski að sjálfur sé verða fjallum það sem varðar almenning og almannahagsmuni. En hefur það áður svona varið fólki með erðamálum? Nei, það vil nú svo til að þetta er fyrsta máli mitt. Já. En það gekk svona vel. Það gekk svona vel. Hefur þú tapað einhverju máli gegn Villa? Nei, þetta er nú bara fyrsta máli það sem við tökumst á. Hann er mest í refsimálum, það sem andstæðingurinn er auðvitað sækjandi og hann hefur mikið verið í því. Svo er hann verið mikið í þessum málum. Ég er hins vegar svolítið mikið í erðamálum og ekkit alltaf með þau fyrir dómstólum sko, þau eru bara yfirlega leist með skjalagerð sko, eða samningum. Já. En maður er í stjórnsýslumálum þar sem andstæðingarnir eru stjórnvöld eða þannig að þetta er nú fyrsta meðirðamáli mitt. Já, glæsilegt. Fyrstu, já. Þetta er góðu dagur, þetta er góðu dómur fyrir tjáningafrelsi í landinu og gæti aðeins jafnað bílið sem er á milli valdakerfana og hinna valdlaus og þeirra sem meiri völd hafa. Ef ekki verður sótt og fengið áfrýjunarleyfi þá er þetta endanlegir dómar. Já, einmitt. Þeir munu hjálpa mér að starfa áfram þótt ég, eins og ég sagði þaðan, þótt mér hefði aldrei dottið í huga betur svona orðalagi. Ég er ekkert að segja það að ég sé eitthvað alfa og omega í því hvers konar fréttateksta maður á að skrifa, þannig að bara... Nei. En stundum var maður náttúrulega þegar maður var blaðamaður, þá var maður náttúrulega bæði að reyna að vera sko málumlegur og með réttastaðarindir, en kannski með eitthvað brott og fyrirsagnir þá voru þetta líka eitthvað sem þurfti að grípa þó það væri ekki til, þú veit ekki smellubeita fyrir tilvist netsis. Ég til mis var eins og með fyrirsögn sem heit maður varð fyrir glasi, báðir voru í glasi. Þarna var ég bara ungu maður að reyna að vera fyndin sko og sumum fannst það. Og svo er með stundum fyndnir óvart eins og fræg fyrirsögn í degi sko fyrir mín tímarendar, það var að það stóð sko í yfirfyrirsögn slökkvilismenn á Akureyri og svo í aðalfyrirsögn látnir þvo strætisvagna. Og ef menn lásu bara aðalfyrirsögna þá var það svo að dánir menn væru að þvo strætisvagna. Já, það er rosalega margar frægar fyrirsagnir til og oft hefur maður glímt við þær og stundum hefur manni tekist vel til en stundum ekki nógu vel. Til þess út í Bretlandi þá er þetta bara sko alfa og omega blaðamennskunar, það er lagt rosalegt púður í fyrirsögnum og hér sko er þetta eiginlega þannig að maður bara skrifa fréttina og oft marga fréttir á dag og fyrirsögnin er bara svona eins og hverjum tilviljun en þetta er aðalmál. Þetta er list sko, ég meina eins og í Economist ég hef lengi lesið og oft keypt sko að þá þó að segja svona að hægra megin svolítið að þá finnst mér það mjög upplýsandi ritt, vikuritt og þar leggja menn gríðarlega vinnu í hnellnar fyrirsagnir. Já. Og þær eru oft alveg bara listgrein út af fyrir sig, finnst mér. Já, þá af því þú segir gríðarlega vinnu, hún kallar þá tíma og moksturinn í blaðamennskunni sem á mörgum öðrum störfum á Íslandi leifir ekki þessa íhugun, leifir ekki þennan tíma. Það sé ekki aðalega það sem liggur að baki. En Gísli minn, ég ætla nú ekkert að tefja þig mikið lengur aðeins einbrá því í lokin að það er svona einhver meiningar uppi að þeir fjölmiðlar, ég er áfram að hugsa litla fjölmiðla á Íslandi og mikilvægi sjálfstæðis þeirra að svona skilningur margra að til dæmis stöðins og samstöðin hún mun ekki njóta fjölmiðla styrks nema við færum út í það að skrifa fréttir á vefinn og við erum akkurat í allt öðru en því, við erum nánast 24/7 í því að hugsa sjónvarp og útvarp
Við tölum við viðmælendur á næturnar ef þarf og erum vakin og sofin yfir því að búa til fréttir og fréttatengt efni með okkar hætti gegnum útvarp og sjónvarp. Skýtur það ekki skökku við ef við þyrftum að setja tíma og orku mannafla í það að henda upp einhverjum 4, 6, 8 vita gagnslausum fréttum á vefinn? Ekki kannski vita gagnslausum en kannski... Já, það verður enginn til þess að meta það hvort þessa frétt skipti málið ekki. En mér sýnist þetta geti orðið til þessi frétt sem ég hef ekki séð en þá að ég árétti ósk mín um fund með menningarmálaráðherra, fjölmiðlaráðherra og einu sinni og ræði þessi mál við hann vegna þess að það má ekki verða, það má ekki breyta lögum þannig að það sé hreinlega verið að sérsníða þetta að stóru stöðunum eða stóru fréttastofunum og gegna vel svona mikilvægum grasrótarstöðum eins og þessari. Því hefur Gunnar Smári Egilsson einmitt haldið fram hér. Já. Síðandu tekið. Það eru gildar spurningar. Ég trúi því ekki að Logi Már Einarsson vilji það, þannig að við þurfum að ræða við hann og leiðrita þennan kúrs. Ljómandi. Ég vona að það gangi eftir. En þetta var svolítið óvenjulega heimsókn hjá þér í þetta skiptið. Yfirleitt erum við að fara yfir kannski 5 til 7 fréttir. En ég þakka þig kærlega, Gísli, fyrir bæði baráttuna, fyrir að staðið þig vel í þessu dómsmáli sem ég til varða miklu okkar framtíð og annarra fjölmiðla á Íslandi. Bara glæsilegu sigur. Takk fyrir komuna og gleðilega páska. Takk fyrir mig og gleðilega páska. Og að því sögðu þá fær hér Laufey Líndal stjórnina eftir andartak, ekki fyrir langt. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.